Já, komið sæl og blessuð. Hvað það sem við elskum öll að tala um? Jú, það veðrið og ekki síst ef það tekur breytingum. Við vörum við það hér á höfuðborgarsvæðinu í morgun að hafa svona á mörkunum að manni liði vel með að litlu börnin færu út úr dyrunum og ein í skólan og hvort sem það hafa nú aumingjaskapur meðvirkni eða einhver gæska hjá mér þá ákvað ég allavega að ræsa út einkabílinn og keyra mitt yngsta barn í skólan í kulda og trekki og það hefur verið ansi kalt síðustu daga. Árið kvaddi með kulda og manni skilst að allt síðasta ár hafi bara verið einstaklega kalt. Og þá gott að kalla veðurfræðing til okkar hér að Rauða borðinu, fá að vita svona stöðuna, reyna að fá að vita eitthvað um framtíðina og ég ætla einnig að ræða hungurdiska Trausta Jónssonar hér á næstu mínútum en hann einmitt gestur minn núna. Vertu velkominn Trausti og gleðilegt ár. Jú, hvað fyrir sem ræðis? Sko, má í rauninni ekki segja það að kuldi síðasta árs hafi verið bara töluvert sögulegur. Ég svona aldarpar náttúrulega dálítið yfir slíkri fullyrðingu sko. Já, það þarf ekki mikið. Því að núna bara á dögunum þá reiknaði ég náttúrulega út svona það sem ég kallaði svona ævihita minn sko. Meðalhita tímans síðan ég fæddist. Já. Og árið í fyrra var eiginlega bara mjög nærri meðalagi. Já. Þannig að það nú ekki svo sem meiri tíðindi en það. Nei, við höfum þú vanist í að við séum og hlýra skeið. Það náttúrulega að hafa byggst upp væntingar, svona sem ég reiknaði líka út og maður geta lesið það hungurdiskum. Já, einmitt. Að hver þessi ævihiti væri hjá yngri kynslóðum líka og hann náttúrulega töluvert hærri, hann toppar þarna fyrir kynslóðana sem hættist fyrir svona 25 árum, 25-30 árum og sú kynslóð, það kann vera ekki óverulegt að þeim finnist kalt sko. Nei. Ég sko, þetta er svona svipað kannski fyrir þá kynslóð eins og var fyrir mig og mína jafnaldra sko, þegar að það kólnaði þarna miðja 7. áratuginn. Já. Nema máli var það að hiti fór þá svona almennt töluvert neðar heldur en hann gerði á síðasta ári. Þannig að en þetta fer svona allt eftir í hverju miðað. Það kaldasta ára á þessar öld. Já, kaldast ára á þessar öld eiginlega all land. Það eru þó grunum að séu nú samt einhverjar veðurstöðvar þar sem að árið 2005 var kaldara. Já. En ég á eftir að fara betur í sömur á því. Árið er nú bara rétt að byrja og maður á eftir að fara yfir þarna mjög margar vísitölur sem ég með í gangi sko. Þetta er eins og með framfærslu vísitölun og allt þetta sko. Lánskjara vísitölun og vextina sko. Maður hægt að reikna þetta og margskonar máta. En sko ég man ekki oft eftir eins neikvæðri umræðu veður eins og til dæmis núna rétt fyrir áramótin. Hugsaður það í kryddsíldinni þá var Sigurður Ingi formaður Framsóknarflokksins. Hann var þar að tala um að hann hefði bara ekki upplifað neitt sumar og það hefði verið eitt af því sem hefði verið verst við árið 2024. Áramótaskaupið okkar var undirlagt af sketsum að það hefði ekkert sumar komið og það hefði verið fyrsta frétt hjá sjónvarpinu ef sólin hefði nokksinni skinnið. Jú, það var svona heldur döft. Menn geta nú lesið líka á hungurdiskum sko, þessa sumarengun sem að ég reynir nú að gefa hér alltaf í lok sumars. Já. Og hún var náttúrulega
heldur döpur fyrir síðasta sumar, bæði bæði hér sunnanlands og eins fyrir norðan. Það kannski óvinnilegt hún að verið þá á báðum stöðum. En þó var hún ekki verið en svo að semst, hún bara í góðu meðalagi sko þessara koldu ára sem að ég var nú alinn uppi og voru hér lengi öll mín fyrstu starfsára á Veðurstofunni sko. Þannig að þetta svona og svo náttúrulega fer svona pínuti í taugarnar á mér svona, það fer náttúrulega ekkert í taugarnar á mér svo sem ég bara hlusta á það að með sem svona fannir að tala eitthvað nýtt kuldaskeið og svona. En sannleikurinn sá að síðan að mælingar hófust þá og við vitum svona í grófum dráttum hitafar á landinu í 200 árum og á þessum tímabili þá hafa komið 3 tímabil sem að við getum kallað með einhverju rétti hlýindaskeið eða í þeirri merkingu að það koma tímabil sem eru hlýrri heldur en það kom einhverja áratugir þar sem eru hlýrri heldur en árin fyrir og eftir og þessi hlýskeið eru sem sagt það fyrsta stendur frá því svona gróflega upp úr 1820 fram til svona fram á miðjan 7. áratug 19. aldar. Menn þá létu jafnvel hafa eftir sér um 1850 að fyrir hluti 19. aldar hefði verið besta veðurlag Íslandsbyggðar og uppaf Íslandsbyggðar og ég ætla nú ekki að tala það var allavega viðhorfið þá þannig að menn fundu það að það var eitthvað betra veðurlag heldur en hafði verið áratugina á undan og svo sannarlega þá varð veðurlag áratugina og eftir verra. Jú, þá eitt mesta kuldaskeið síðan fáum við svona nokkuð samfellt kuldaskeið alveg frá því þarna við getum deilt hvernig að byrja nákvæmlega hvort það 1857 eða 59 en það stendur meira og minna til fram yfir 1920 og að vísu er það ekki alveg svona heilt, það má svona greina smá tímabilaskiptingu innan þess eins og alltaf en það allavega meira en 60 ár sko að kuldaskeið. Já, og einhvern þátt í því að 15 landsmanna hörfaði úr landi. Já, það var nú reyndar svo sem ýmsar ástæður fyrir því. Það var til dæmis, það var ekki kannski vont veðurfar heldur kannski afleiðing af vissu leyti batnandi efnahags og meiri sko samskipta. Þetta er eitt af svona því sem ég hef mikið verið að hugsa á síðari árum. Það er svona að veðrið er ekki bara veðrið heldur veðrið líka það sem fyrir því verður. Og en því kuldaskeið líkur sem þannig 1920 það er svona líka svona dálítið erfitt að fastsetja það á ár en við getum sagt að það er örugglega komið í gang 1927 og það stendur þarna til 1964 og þetta sko skeið sem er þarna í 40 ár að það sko ef við hefðum lýst í yfir að því var í lokið í fyrsta skipti sem að hitinn datt niður í þann hita sem að hann datt niður í núna á síðastlega ári þá hefði því strax verið lokið 1931 sko og svo hvað eftir annað en því var bara ekki lokið sko heldur tóku hlýindi sig alltaf upp aftur það var til dæmis á árunum frá síðar hluta árs 1948 og fram á svona fram 1950 og 1953 minnstakosti að þá er komað þarna nokkuð kolda ár sem að mann
Jú, menn voru jafnvel farnir að tala að hlýindunum væri lokið, en það voru samt 10 ár eftir, sko. Já. Og þannig að það náttúrulega, sko, fullkomlega ótímabært að vera með einhverja yfirlýsingar á þessu stíði, sko. En það augljóst að við höfum vanist þeirri hugsun Íslendingar að við séum með hlýrra loftslag en við höfðum til dæmis í... Já, það var þú að segja, sko, það sem greinir núverandi hlýskeið sem hefst upp úr aldamótum, sem var á fullu, að það greinir það frá fyrra hlýskeiði að það verið svona tiltölulega heilt, sko, það ekki nema, það eru þarna, allir þetta sé ekki svona 4. eða 5. árið á þessu tímabili þar sem að hefur verið svona frekar svalt, sko. Það var 2005, það var 2011, 2015 og 2018 og svo núna. Og þannig að það mikið minni hluti ára sem að hefur verið svona frekar svalur og ekkert ár hefur raun og veru komið, sko, mjög svalt. En hérna í Reykjavík þetta nú reyndar, sko, áberandi kaldast af þessum árum en þannig að það má segja að væntingar eru, sko, eru náttúrulega miklar og það ef við horfum líka á þessa sumarvísitölu og þá sem ég var að tala sumareinkunnina, sko, þá líka þessi tími frá 2003, sko, þangað til 2019 með þess að kosti, sko, áberandi miklu betri heldur en það sem að ég hafði upplifað fram að því, sko. Og það kom svona slæðingur á svona árum í 2 kippum, sumrum í 2 kippum, annars vegar í kringum 1930 og hins vegar í kringum 1940. En síðan ekki söguna með, sko. Nei. Og bara svo ég lýsi minni eigin tilfinningu gagnvart minni uppvaxtarbyggð sem Mývatnssveit. Ég ólst upp 270 metrum ofan sjávarmáls. Að ég fæddur 65 og bernsku árin mín þar, ef ég ber snjómagn og alla kuldapollana sem að mann í mínu minni mér fannst umleika mig og sveitina. Tökum skeiðið 70 til 80 og ég ber það svo við þessa öld, ekki síst hve lítill snjór. Það hafa margir vetur verið á þessari öld sem hefur varla komið nokkuð snjór í Mývatnssveit og fyrir mér þá hefur þetta bara verið algjörlega ný veröld, breytt veröld og maður hefur svona með allri gróðurhúsa lofttegunda umræðinni og hnattrænu hlýnunni þá hefur maður svona frekar gert ráð fyrir því eins og við ræddum hérna síðast að leiðin myndi liggja uppi niður. Það kannski það sem að vera svolítið bara átt okkur á núna ekki sjálfgefið. Jú, ég er náttúrulega verð mikið var við þetta í umræðinni, sko. Ég svo sem af því nú náttúrulega komin á eftirlaun og allt það og sé miklu færra fólk heldur en áður að þá svo sem ég ekki eins mikið var við þetta eins og ýmsir kollega mínir, sko. Maður lifir svona dálítið í eigin heimi þannig séð, sko. En það samt að ég fær nú samt náttúrulega fyrirspurnir þetta og ég verð svona dálítið var við það að einhvern veginn eru menn í hópum svona teljandi sér trúum að það sé ekkert orðið úr þessar hnattrænu hlýnun og ef hún sé þá mun hún ekkert skila sér hér á landi og svo framvegis og þetta hefur hreinlega haft áhrif, sko, yfir í svona dálítið hinn pólitíska þankagang, sko. Þessi
Við lásum bandaríska banka í morgun í viðskiptablaðinu sem ætla ekki að taka þátt í kolefnisjöfnuna því að þeir bara halda að þetta sé bara kjaftaði allt saman. Já, sko, það eru við, þeir þurfum að taka alveg sérstakka spjallhátt það, sko. Jú. Það er alltaf handleikur, sko, og það er vandamálin, en það er svona, mér finnst samt svona leiðilegt svona hvernig andstæðingar eða þeir sem er að reyna að gera lítið úr auknum gróðursáhrifum svona einhvern veginn reyna að nota þetta svala ár hér svona sér til framdráttar. Já, einmitt. En svo er maður náttúrulega beðin sko skýringar á þessu og það er náttúrulega eins og ég reyndar myndist á þegar ég spjallaði við síðast sko að þá er alltaf oftast við svona spurningum það er oftast auðvelt að finna skýringar en það er hins vegar ekki endilega auðvelt að finna réttarskýringar og allavega eru pólitíkusar mjög innir við það að finna skýringar sko en við vitum það að þeir sko þeirra skýringar ekki alltaf réttar. Nei. Þannig að ég get alveg búið til skýring á þessu sko ef að beður það sko. Já. En hvort hún er rétt, það er svo alveg haldleikur. Ok, getum við eitthvað trausti álíktað veðrið á þessu ári 2025 út frá veðurgögnum síðast árs? Nei, það er ótrúlegt sko frelsi milli ára. Framtíðin er mjög frjáls. En það er þó þannig að hún svona fyrst að kemur svona svalt ár að þá eru meiri líkur á að þau verði fleiri á næstu árum. Hvort það verður endilega árið 2005 það vitum við ekki en það svona já, það er svona ákveðna líkur á að það svona, það er rétt eins og ef það kemur mjög hlýtt á, sko, þá er líklegt að það fari ekki alveg eitt saman. Ja. Og það er svona, þannig að það er eitthvað svoleiðis, en á öðru leyti þá er verið mjög frálst og það er mín reynsla og ég er búin að fylgjast mjög náið með veðri eiginlega í já, ég veit ekki hvað maður að segja mörg á 60 og eitthvað ár. Já. Og það er alltaf eitthvað að koma óvart, sko. Já. Hvað kom þér síðast óvart? Manstu það? Já, það er náttúrulega að kemur óvart til dæmis þessi svona þessi miklu hlýindi, sko, í Atlantshafinu á síðasta ári sko, sem að svona einhvern veginn var nú ekki fórskrifað. Nei. Og menn eru auðvitað já, við erum sjálfsagt hundruðum saman út allan heim að reyna að svona finna skýringar á því sem að auðvitað er svona hlýjenda kannski að vænta sko, svona í samræmi svona eina almennu hlýnun en sko hinn almenna hlýnun er bara eins og orðin segja það er almenn hlýnun en síðan eru svona fjölmargir hliðarhlutir sem að gerast alltaf og maður þarf svona vel á að vera þá þarf að reyna svona einhvern veginn að negla einhvern veginn niður hvað veldur. Já. Ég var að koma frá Máritíus. Já. Þar er sjórinn núna 28 gráður. Á grunnsævi. Jú, það hefur verið mjög hlýtt og það... Ég ræddi við fiskimenn
og þeir sögðu mér að þetta væri náttúrulega of heitur sjór og hérna hefði neikvæð áhrif á veiðarnar hjá þeim og tegundir hafa verið að færast til og því einmitt spáð því hefur verið spáð hér að við getum lent í miklum skaða. Jú, við getum lent í þannig hlutum. Sjórinn náttúrulega það er mjög margt sem að hérna flækir málin þar, sko. Það hérna eitt af það sem var á síðasta ári að sjór hefur verið, sko, tiltölulega kaldur og áberandi kaldar heldur undanfarin ár, sérstaklega fyrir norðanland. Ekki svo mikil vik hérna á sunnanverðaland, fyrir sunnanland. Og svo aftur þessi óvenjulegu hlýindi þegar við komum þarna en þá sunnar og sko í sjónum flækir það líka málin að það er ekki bara hitinn, heldur það líka selta og þessi tveir þættir þeir ráða ásamt straumunum stöðuleika sjávar sem að ræður þá aftur dreifingu næringarefna fyrir þessa fiskstofna og svo framvegis. Þannig að það er svo margt sem er undir. Það þarf tiltölulega litlar og oft mjög torræðar breytingar til þess að valda breytingum í lífríkinu. Já. En Trausti, hérna ég heyri það að þú svona vilt ekki fjalla þetta einum æsifréttastíl sem er mjög gott en sko mér langar að spyrja svona í loka hluta þessa spjalls við þig núna á 9 ári. Mér langar að spyrja þig svolítið hérna hvað er það sem keyrir þig áfram öllum þessum árum eftir að þú í rauninni lætur á störfum þá þú ert með þessa umfangsmiklu vinnu á vefsíðunni Hungurdiskar, þú virðist vera með daglegar rannsóknir, linnulaus skrif, það er mjög gaman að fara inn á síðuna þína, maður fær alls konar fróðleik þar sem að mér veist ég ekki fá annar staðar og ég veit að það áttar þannig til 100 eða 1000 Íslendinga að hérna, við erum þeir mjög þakklátt fyrir þetta framlag en hérna, hvað er það sem keyrir þig áfram? Það er náttúrulega bara svo sem það sama, það maður bara komin í ákveðin skriðþunga, sko. Svo bara eins og bara olíuflutningaskip, sko, sem maður getur ekkert byggt af leið, sko. Það bara keyrir á síðan, keyrir það bara á eitthvað. Og það verður þannig, held ég. Það verður þannig? Já, þannig held ég. Áttu þeir, sko, þetta er kannski barnaleg spurning, en áttu þeir eitthvað svona uppáhald innan veðurfræðinar? Það náttúrulega hefur kannski breyst sko í smávísi gegnum árin, svona fókusinn hefur breyst aðeins, það sem að ég er dálítið upptekinn af þessa dagana og er nú alveg efni í heilan spjallhátt, sko. Það eru þessi tengsl sem ég myndist á og tengsl veðurs og síðan athafna mannsins. Já. Og það ekki bara núna heldur hvernig þetta hefur breyst í sögulegu samhengi. Ég er svona að reyna að afneita ýmsum svona gefnum staðreyndum söguna, sko, veðurfarssöguna eða svona, maður er svona að reyna að átta sig á því hvernig svona veðrið var í fortíðinni, hvað menn héldu á sínum tíma veðrið, þar að segja að til dæmis þegar maður fer að lesa sig til þá kemur náttúrulega í ljós að hugmyndir áhrif manna á veðurfar er ekki nýjar á nálinni. Og alls konar og þetta er mörg 100 ár sem að menn eru búin að vera velta sér upp úr þessu. Löngu fyrir innbyltingu? Já, löngu fyrir innbyltingu og þetta og margt af þeim kenningum sko komst í raun og veru inn í kannski kennslubækur og svona hefur legið einhvern veginn bakvið þó
en jafnframt glemst sko, maður átti sig ekki á því almennilega sko hvaðan þetta er komið og þetta þannig að það er svona bæði menningarsaga og annað og það er svona og líka þetta að sko menn á þessar öld, það kemur upp ákveðið svona afneitun og skeið þannig tíma þar sem að menn neita því að maðurinn hafi áhrif á veðurfar og þau áhrif sem að mann tala núna, þau eru svona allt annars eðlis heldur þau voru fyrir 200 árum. Já. En umræðan sé skild en á þessu svona afneitun og skeiði þá taka menn upp dálítið þannig ósið að lesa sko að gleyma þá þætti menningarinnar og svona athafna lífsins í átökunum við veðurfari þar að segja að það svona verður svona ákveður rof sko menn fara að segja ákveðinu atburði sem eiga sér stað í efnahagslífinu séu hljóti að vera af völdum veðurfarsins en það er kannski öfugt sem sagt að það voru einhverja framfarir í efnahag þá verða menn betur í stakk búnir til þess að takast á við veðrið og menn auðvitað gera sér grein fyrir því þegar það á sér stað en 100 árum síðar þá segir menn já þetta hlýtur að vera vegna þess að það verður orðið einhver veðurfarsbreyting sem er kannski alls ekki. Og skilur sko þetta er svona og þetta er hérna þetta er allavega atriði sem að svona, ég hef haft svona vaxandi áhuga á. Já. Ert þú með skoðun á votlendi, framræslu, losun? Þetta er eitt af þessum sko umræðefnum sem að vinir mínir, ef við hittumst yfir kaffibolla, við vitum ekkert hvað okkur á að finnast þetta. Nei, það er náttúrulega sko leið og fyrir að tala þá er í raun og veru líka það nákvæmlega sú umræða sem að sko átt sér stað sko fyrir 200 árum sko hérna það menn stjórnuðu þá veðurfari að töldu sig geta stjórna veðurfari með skórækt eða höggva skó eða framræslu votlendis eða og svo framvegis sko en það eiginlega sko það versta við þessa umræðu núna er að hún er sko margt af þessum hugmyndum er svo bundið einhverjum fjárglæfurum. Sko það eru kannski góðar hugmyndir í grunninn hérna varðveislu votveislu endurheimt votlendis eða skórækt en einhvern veginn þá sko er á sama hátt sko þá er hægt að eyðileggja náttúruna sko maður segja bara að það sé allt í lagi vegna þess að við séum að gera eitthvað gagn við séum með eitthvað grænt eins og það heitir sko og þetta hérna þannig að það hætti við að menn offari og sannleikunni sá að mjög mikið af þessum fjármunum sem verið að velta í þessu það rennur allt til bara einhverja fjárglæfra sko en ekki til það er bara einhverjum mólar sem að falla til raunverulegra umbóta. Það getur verið erfitt að henda reiður á góðum upplýsingum og vondum upplýsingum og það er mikill grænþvottur í gangi. Já, það er alveg ljóst og sannleikunni sá að þessi pólitíska þróun hér á landi núna síðustu misserin sko hún og svona hvernig svona já, hvað maður að segja, grunnstefin eru afskaplega ljót í mínum huga.
En við vitum að jörðin mun lifa mannin af hvað sem maðurinn baksar. Já, hún náttúrulega sko lífríkið sko náttúrulega getur tekið stórkostlegum breytingum en það einhvern veginn aðlaga sig á þann hátt en kannski á þann hátt að mannkynni getur ekki lifað sko. Það er alveg Er þess vegna ekki ágætt að ganga til leiks á hverjum degi með ákveðna svona auðmýkt í brjósti? Jú, ég held við verðum að svo sannlega að gera það. Já, einmitt. En Trausti, kæra þakkir fyrir viðkomu 2. Aldrei að vita að ég fá þig í 3. skipti. En það búið að vera gaman að fá þig og erum við ekki bara svona sæmilega bjartsýnir á þetta ár? Erum við Íslendingar það ekki að jafna því upphafi hvers árs? Hvort sem það er veður eða annað? Jú, það er náttúrulega maður fyllist náttúrulega ákveðinni sko, eða ég allavega fyllist alltaf ákveðinni bjartsýni þegar ríkisstjórnir falla. Já. Og það er svona ákveðin von sko í lofti. Já. Svo svona syrtir þegar ríkisstjórnir eru myndaðar. En ég allavega hef svona ákveðið að gefa þessari nýju stjórn svona tækifæri til þess að sýna hvað í henni býr og ekki vita hvort hún er skelfilega billuð svo í fyrri. Já, ég er svo rómantískur að mér finnst framtíðin núna að vera bara eins og nýfallin drifhvít mjöll og Nei, það er nú ansi mikið innað mengun í þessari mjöll sko, satt best að segja. Ég getur nú sagt það kannski að það er einhver mjöll en hún er ansi já, hún er, ég vil ekki borða þessi mjöll. Eins og maður gerði sem barn í gamla daga. Nei. En Trausti, kæra þakki fyrir komuna. Jú, þakka fyrir. Og við förum þá yfir í aðra sálma. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.